Já, við eigum dóttur í dag sem 2,5 árs og eignumst hana í gegnum glasafrjóvgunarmeðferð og já, bara erum afar þakklátar fyrir það að það hefði heppnast og gengið og auðvitað ekki sjálfgefið. Nei, og þar kom hún Día litla skýrði í höfuð á mömmuðinni? Mömmuna Kötu. Já, mömmuna Kötu. Hvaða tilfinning þegar þetta loksins tekst? Það auðvitað bara magnað, sko. Við vorum búin að vera í þessu ferli mjög lengi og vorum bara að hugsa að bara að hætta, sko, í þessu ferli. Þetta var búið að vera alveg í 6 ár, sko. Þannig að þegar þetta gerist, það bara, lífið oft þannig að maður einhvern veginn búin að ímynda sér hvernig augnablikið eigi að vera og maður svona búin að pródúsera það í honum. Það er alltaf hringt í mann, sko, þegar maður fyrir blóðprufu þegar maður fyrir svona og sagt hvort að niðurstaðan sé neikvæð eða jákvæð. Og við vorum alltaf búin að vera, sko, saman heima, bara búa til mómentið, sko. Þau fengu símtalið, en þarna voru alveg samfærir að það væri ekki að gerast, þannig að ég var bara í vinnunni, sko, í svona alrýminu bara í tölvunni, sko, þegar ég fekk símtalið. Og enda bara inn á klósetti, bara öskrandi, hringjandi í konuna mína og Þannig að lífið alls konar og það er bara, það segir manni, mómentin eru falleg, hvernig þau gerast, sko. Já, sáu munurinn á mér og þér sem foreldri að ég hefði ekkert val, konan gekk með mín börn, en þið gátuð valið. Er það ekki svolítið sérstakt? Að geta valið hvort gengum með? Jú, það í rauninni var ekkert, við höfum báðar sko í rauninni farið í gegnum þetta og prófað og svo bara var það endanum ég sem var ólétt en ég gekk með egg frá konunni minni, þannig að þetta er mikil samvinna.